Nú ætlum við að rúlla okkur í 5. kaflan úr bókinni Lífheimurinn en hann fjallar plöntur. Allar plöntur eiga það sameiginlegt að geta ljóstillífað. Það þýðir að þær framleiða sína eigin fæðu sjálfar og ekki háðar því að borða aðrar lífverur eins og lífverur sem ekki geta ljóstillífað þurfa að gera. En það að geta búið til sína eigin fæðu sjálfar þýðir að þær eru frumbjarga. Þetta er ákveðið ferli þar sem að þær taka inn vatn og koltvísýring, með orku frá sólinni búa til í grænukornunum til sykur, glúkósa, sem er orkan og fæðan fyrir plöntuna. Við þetta verður til súrefni sem þær henda út og nota ekki. Hjá okkur er þetta öfugt. Við borðum glúkósan og öndum okkur súrefni til þess að brenna honum. Við það verður til vatn og koltvísýring sem við þurfum ekki og við hendum út. Þið sjá að þetta fer svona í hring. En plöntur skiptast í æðplöntur og plöntur sem eru ekki æðplöntur, sem eru mosar. Mosarnir eru miklu einfaldari heldur en aðrar plöntur. Þeir eru miklu minni og smágerðari því að þeir geta ekki tekið upp vatn því þeir eru ekki með neinar rætur. Þurfa að taka vatn inn yfirborðið bara. Þess vegna verða þær aldrei mjög stórir. Þeir eru heldur ekki með æðar til þess að flytja vatnið plöntuna og ekki næringarefni heldur. Mosar eru líka háðir vatni til þess að geta frjóvgað egg, því að frjókornin fara á milli í raka. Þess vegna þurfa mosar að vaxa þar sem er að minnstakosti ákveðin raki, að minnstakosti part úr árinu. Þegar þeir hafa frjóvgað eggi þá myndast gró, og gróið er eitthvað sem fer út í loftið og getur myndað nýjan mosa ef það lendir einhvers staðar þar sem aðstæður eru hagstæðar. Við sjáum hérna þeir eru með svona festur sem að líta svolítið út stundum eins og rætur, en þetta eru ekki rætur eins og hjá plöntum sem að soga upp vatn. Mosar geta líka fjölgað sér kynlaust, en þá losnar bara lítill hluti af mosanum og fíkur eitthvað getur vaxið upp aftur. Birkingar eru einföldustu og svona frumstæðustu æðplönturnar. Þeir hafa rætur og geta þess vegna tekið upp vatn upp úr jörðinni og eru með æðar, eru einföldustu æðplönturnar, geta þar af leiðandi orðið miklu stærri heldur en mosarnir. Það sem aðgreinir birkinga fyrst og fremst frá öðrum plöntum er að þeir búa sér ekki til fræ heldur gró þegar þeir fjölga sér. Helstu birkingarnir eru burknar, sem er þetta sem við sjáum hér, jafnar, sem er til dæmis þetta hérna, og svo eldingar, það eru til nokkrar týpur af þeim hérna á Íslandi. Gróhirslurnar eins og hjá burknunum eru undir laufblöðunum. Svolítið skrýtnum staðum, maður finnur svona burkna og snýr laufblöðunum við, þá er stundum allt fullt af svona brúnum kúlum í undir. En þetta eru gróin sem fjúka svo í burt og geta orðið að nýjum burkna ef að þeir lenda á hagstæðum stað. Blómplöntur og barrtré eru fræplöntur. Fræplöntur eru líka æðplöntur, eru með æðar, en mynda blóm sem að myndar síðan fræ. Fræið hefur í sér forðanæringu sem hjálpar því að vaxa. Ræturnar taka upp vatn og vatnið er flutt með svokölluðum viðaræðum. Við sjáum hérna sellerístill sem er búið að stinga hún í litarefni þannig að það sogast inn í æðarnar litur. Og æðarnar eru yfirleitt hérna frekar utarlega eins og hjá trjám. Með þessum viðaræðum þá er vatnið og steinefnin flutt plöntuna út til laufblaðana þar sem það þarf að nota þetta. En laufblöðin framleiða sykur með ljóstillífun eins og ég lýsti áðan og flytja sykurinn tilbaka eftir öðrum æðum sem kallast sáldæðar. Og það liggja oft hérna saman. Á trjám þá myndast æðarnar hérna utan á,
svo trénar bara og stífnar upp stofninn þar fyrir innan, heldur trén uppi. En svona árhringir eins og þið sjáu hérna, það er hægt að telja bara hvað þetta tré er gamalt, svona það bil. Þeir myndast vegna þess að trén vaxa hratt á sumrin en hægt á veturna. Þannig að ljósi vefurinn myndast þegar það vex hratt en dökki vefurinn þegar það vex hægt. Í hitabeltinu, þar sem ekki vetur og sumar, þar myndast ekki svona árhringir því þá vaxa trén bara jafnt alltaf og þá sér maður engan mun. Blómin gegna því eina hlutverki að það verði frævun í fyrsta lagi, þar að segja þegar frjókorn fer frá einu blómi yfir á annað og síðan að búa til fræið. Blómin eru með tvenns konar kynlíffæri, það er að segja karlkyns og kvenkyns. Kvenkynslíffærið er hérna inn í miðjunni og hérna nær hérna upp, þetta heitir eggbú hérna inni. Og þetta fræva og svo heitir þetta stíll hérna upp. Og frævan er yfirleitt bara ein í hverju blómi. Síðan er þetta freflarnir sem eru þessar stengur hérna upp. Og þeir gegna því hlutverki að mynda frjókorn sem eru karlkyns kynfrumurnar sem lenda svo á frævinu. En frjókorn fara aldrei af einum fræfla á einu blómi yfir á fræni eða fræfu á sama blóminu. Það geta farið á milli af sömu plöntunni sem er kallað þá sjálffræfun, en frævan og frævillinn á sama blómi er aldrei tilbúin á sama tíma. Íslenskar plöntur skiptast síðan í ættir eftir því hvernig blómskipanin er. Körfublómaætt til dæmis eins og túnfífillinn sem við þekkjum sem er út allt hjá okkur. Þá er þetta mörg blóm, samsett blóm. Ef þið hefði blásið að biðukollu þá koma mörg fræ. Hvert fræ var myndað af einu blómi. Ég ætla að sýna ykkur þetta aðeins. Hérna sjáum þið blóm sem að skiptist í stóru lituðu blöðin hérna utanum, stundum hvít, stundum gul og stundum rauð og getur verið alls konar á litin. Þau eru kölluð krónublöð. Undir þeim er oft grænblöð, þegar blómin lokast þá eru grænblöð sem að loka því. Þau eru kölluð bikarblöð. Svo sáu þið frævuna hérna í miðjunni og freflana sem eru margir hérna í kring. En þá er þessu lokið.